Komið sæliti pólitíkin 29. þáttur. Ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Skoska leiðin ný aðgerð stjórnvalda til að koma til móts við þau sem búa á landsbyggðinni. Með skosku leiðinni eru veitt afsláttarkjör á flugi til þeirra en að ræða 40% afslátt af flugmiðanum og 3 ferðir á ári eða 6 flugleggi alls. Upphaf málsins má rekja til sumarsins 2017. Þá stofnaði Jón Gunnarsson þáverandi samgönguráðherra starfshóp sem átti að kanna valkosti þess að efla innanlandsflugið. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi, fór fyrir vinnu hópsins og hann gestur minn að þessu sinni. Velkomin, Njáll Trausti. Takk fyrir að bjóða mér. Skoska leiðin, þetta hefur nú verið þitt baráttumál lengi. Þú ert, eins og ég sagði, þingmaður Norðausturkjördæmi sem að fellur undir þetta. Hvaða máli skiptir þetta fyrir landsbyggðina? Nú er ég búinn að vera starfandi í flugturnum Akureyri í 30 ár og búinn að fylgjast mjög vel með flugi langa tíma og maður sér þetta bara með augunum á turnum Akureyri hversu miklu máli þetta skiptir. Fólk að koma og fara og þú sérður raunverulega bara hvað gerast á svæðinu. Skoska leiðin hugsuð til að styrkja raunverulega aðkomu fólk á landsbyggðinni að þessari miðlægu þjónustu sem búið að byggja upp á höfuðborgarsvæðinu fyrst og fremst síðustu 20-30 ár. Sem ég vil meina að sé svona með vitund ríkisvaldsins að gera það með þessum hætti og þannig að fyrir þessa 60.000 einstaklingar sem eru þá inni í þessu kerfi skosku leiðarinnar að þetta snýst að þetta fólk hafi gott aðgengi að þeirri þjónustu sem á höfuðborgarsvæðinu og allt þetta góða fólk að borga skatta á hana til samfélagsins og þetta jöfnunaröfnilega bara aðgengi þessari miðlægu þjónustu. Þetta svona hugmyndin í sín einföldustu mynd. Og það auðvitað þannig að þegar maður býr fjarri höfuðborgin þá eru bara auðvitað staðsettar hér stofnanir, lykilstofnanir oft og auðvitað Landspítalinn ef fólk þarf að fara í meiri aðgerðir og fleira þannig að þetta í rauninni ekki svo fólk hafi alltaf val annað en að koma. Já, og auðvitað eru sjúkratryggingar og allt það kerfi líka einhver leiti að borga fyrir það aðgengi en það mjög mikið að sérhæfðri læknisþjónustu sem einungis hér sem fólk að sækja í sem það kannski ekki beint að fá frá sjúkratryggingum og svo menntun ákveðin og menningin komast í Hörpu og allt þetta sem raunverulega breyða Þjóðleikhúsið, við erum í symfóníunni hérna og þetta þannig að þetta mjög mjög skipti í árinu hvað fólk að fljúga mikið innanlands. Fólk að keyra meira, almenningur landið og landsbyggðarfólk yfir sumartímann, gott veður og auðvelt að fara En yfir mestu og erfiðustu vetrarmánuðina, þessa 5-6, þá kemur ljósið að skoða þetta fyrir nokkrum árum að mjög stór hluti flýgur. Treystir sér ekki til að keyra í myrkrinu og hálkunni og vondaverinu og sækir í flugið. Og það ágerist með aldrinum. Eldra fólk, það bara, eins og segir sér sjálft, það hrættara við að keyra í vondu veðrum að vetrarlagi, myrkri. Þannig að þetta mjög afgerandi og þetta mjög fróðlegt að skoða fara í gegnum gögn sem ég gerði fyrir nokkrum árum tölur frá Flugfélag Íslands og Vegagerðinni og það að meta þetta, þannig að maður sér þörfin gríðarleg. Og ég held að þetta sé líka spurningum, þetta ákveðið svona sálfræði þessu. Það það að þú vitir og þú eigir þennan möguleika að geta nýtt flugið með skömmu fyrirvara ef þú þarft að halda. Það líka stór þáttur í þessu máli, það bara að þú veist þú getur komist. Þannig ég vil ekki vanmeta það í allir þessar umræðu þó maður kannski minna að tala það þessi 4 ár sem maður búin að vera að vinna í þessu máli. Tók þetta fyrst upp í bæjarstjórn Akureyrar í byrjun júní 2016, það var í bæjarstöð, það var ekki byrjaður í landsmálapólitíkinni og reyndar búin að hugsa þessi mál miklu lengur náttúrulega bara gegnum eitt starf og áhuga á samgöngumálum. Já, þeir varst flugumferðarstjóri og í bæjarmálum fyrir norðan og raunverulega löngu árin byrjaði þar 2010. Að þetta bara þannig mikið grundvallar mál fyrir landsbyggðarfólk, samgöngunar, að þetta nær mjög langt aftur þessi hugsun varðandi þessi mál, hvernig við höfum að reyna að treysta og bæta innanlandsflugið. Og þú varst heppinn í það Jón Gunnarsson sem var samgönguráðherra úr röðum okkar sjálfstæðismanna sem setur á fót þennan undirbúningshóp sem vinnur þessa skýrslu sem ég var að lýsa mjög viðamikil skýrsla sem þið skiluðu af fyrir 2 árum síðan 2018.
Lok nóvember 2018. Já, það sem að þið eru að fara yfir alla þessa möguleika í sambandi við innanlandsflugið, hvernig hægt að efla það og slíkt. Hvað svona leiddi þessi vinna í ljós aðeins í stóru myndinni? Já, í stóru myndinni, eins og ég kannski að lýsa hér, þetta voru 70-80 síður sem við skrifum og þetta var tvíþætt verkefni, annars vegar skosku leiðina og að bæta innanlandsflugið sem almenningssamgöngur og þetta einmitt skrifað inn í stjórnarsáttmála síðustu ríkisstjórnar sem núna. En þetta var líka komin ákveðin vinna á stað þarna fyrir 2016 þegar ríkisstjórnin var hérna í 10 mánuði eða hvað það var. Og þá var líka skýrslan raunverulega flugvallakerfið, millilandaflugvöllurinn, varaflugvallakerfið og þetta var mikið og stórt og flókið verkefni sem við unnum að í 18 mánuði. En það sem þetta dregur raunverulega bara fram eins og varðandi skoskuleiðina og innanlandsflugið, bara hversu gríðarlega mikið þetta og maður hefur verið að lýsa þessi varðandi miðlægu þjónustuna. Raunverulega tel ég þetta að vera einn stærstu byggðaaðgerð sem hefur komið fram á Íslandi yfir lengri tíma og verður þess vegna gríðarlega, þetta eiginlega, það hlýtur að vera einhverju félagsfræðingar, einhverju gúrúar í þessum málum, byggðamálum, skoða áhrifin bara frá grunni og fylgjast með þróuninni. Nú þegar þetta búið að gangi eina viku, þetta prógram, og maður hefur strax verið að fá skilaboð, hringingar og annað og fólk að þakka fyrir, sko. Og það vildi nú lengi ekki trúa að þetta myndi koma. Það hafði ekki trúa, en þetta búið að vera raunverulega. Já, Jón skipa nefndina þarna sumarið 2017. Við skilum á okkur í nóvember 2018. Það kemur ný ríkisstjórn í lok árs 2017. Þetta fer síðan inn í fjármálaáætlun, fjárlög í nóvember síðastliðnum. Þannig að þetta búin að vera skrefin og síðan tekið í notkun á 9. september. Þannig að þetta bara langt ferli sem við vinnum í gegnum lögum opinber fjármál og búið langt ferli. Þannig að þetta búið að vera mjög spennandi að fylgjast með svona hugmyndinu ganga eftir og mótast. Þannig ég náttúrulega mjög spenntur þessa dagana að finna hvernig þetta mun allt virka. Það kannski núna líka, auðvitað áttum maður ekki vonandi að myndi detta inn í COVID og það hefur haft gríðarlega áhrif á innanlandsflugið og erfið skilir það eins og mörgum öðru rekstur á Íslandi. Þannig að þetta náttúrulega tvíþætt núna að þetta hjálpar þetta akkurat núna einstaklega mikið íslensku flugrekendum í innanlandsfluginu þegar sem erlendu ferðamenn eru dottnir út og við erum í þessu ástandi að þarna kemur heilmikið hvati. Þess vegna er líka spennandi að sjá þetta í því ljósi. Nú gætu einhverjir sem eru hægri sinnaðir eins og við í sínum stjórnmálaskoðunum og vilja ríkið sé ekki að skipta sér of mikið af markaðnum og haldi sér til hlés. Velt fyrir sér býtunum við svona niðurgreiðslur á flugi úr opinberum sjóðum. Það sé nú eitthvað sem eigi jafnvel ekki rétt á sér. Hvert er þitt svar við því? Já, það er náttúrulega, ég nú búin að standa í þessu mörg ára að tala við þá síðan sjálfstæðismaður og hægra megin í þessu. En ég hugsa að þetta bara þannig gerð, þarna fyrir tiltölulega litla peninga, eins og segi, einn stæðsla byggðaaðgerð sem hægt að fara í og styrkja byggð í landinu, eigana valkost, fólk hefur það í huga að það getur það farið að þarf að halda, komast í jarðaföruna eða hvað sem er. Þannig að á Hvítá-svæðinu býr náttúrulega meginhluti þjóðarinnar. 84% þjóðarinnar, þannig að það eiga allir fjölskylduböndin, það er miklu algengra fólk þarf að koma landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins til að sinna einhverjum erindum og eins og ég segi, menntun og öllu þessu, bara heildar dæminum. Þetta á 60.000 manns. Það eru 300.000 manns sem þá búa á því svæði sem er ekki kost á þessu. En þessi 60.000, þeir fljúga jafn mikið innanlandsfluginu eins og hinn 300.000. Það er 5-falt meira sem þetta landsbyggðarfólkið er að nýta sér flugið. Það kannski segir líka okkur hvað þetta er þá stór þáttur og mikilvægur í að þessi hraða samgönguleið innanlands er til. Ég hugsa þessi hvergi meiri áhrif að þessu heldur en Austurlandi. Þar sem fólk er 7, 8, 9 klukkustundir að keyra til Reykjavíkur. Þetta er gríðarlegur munur, en það hefur verið varfið það er náttúrulega hefur verið gríðarlegur meðbyr með þessari hugmynd öll þessi ár. Og fólk getur náttúrulega bara sett sig í þau spor að þurfa að keyra kannski 7-8 tíma til að sækja inn á útför eða komast í eitthvað viðburð kannski sem að þessi leið gengur á hugmyndafræðin að komast í hörpu á okkur tónleika eða symfóni eitthvað okkur langar alltaf að eiga eitthvað stundir fyrir okkur og það er svo margt svona sko, sem að hjálpar og þannig að mín trú er svo
þegar við erum að sjá þetta og við erum að fara í gegnum veturinn með þessari skosku leið eða loftpróf þar sem útfærslan tæknilega á þessu að það muni leiði ljós að þetta einu best heppnaða byggðaaðgerð sem hefur verið framkvæmd á Íslandi yfir mjög langt árabil. Og kannski hagkvæmari og skilvirkar en einhverja aðrar aðgerðir sem þyrfti þá að annars að ráðast í? Já. Það þannig að það nú er að muna þetta úr skýrslunni þegar vorum að vinna með þetta, að 60-65% bara almenningur að fljúga innanlandsfluginu og jafnvel meira. Og það eins og ég sagði það skiptist að helmingin. Þetta kerfi á við 30% af innanlandsfarþegunum sem eins og ég sagði það fljúga 5-falt meira heldur en hinn hlutin sem býr á höfuðborgarsvæðinu. Og þannig að ég satt að segja hef sjaldan verið spenntur bara að sjá þetta maður byrjaði í pólitíkinu á þingi auðvitað maður búin að fylgja svo lengi skref fyrir skref og með mikið af mjög góðu fólki frá austan eins og Jón Árni hjá framkvæmdastjóra Austurbrúar og atvinnuþróunarfélögunum og þetta að það er mjög gaman að sjá eitthvað sem við erum búin að hugsa um í 5, 10, 15 ár. Þetta er að gerast fyrir viku síðan og við sjáum hvernig þetta þróast. Ég held að í heildina fyrir samfélag okkar, Íslendinga, Íslands samfélag, að þá mun þetta styrkja það gríðarlega atvinnusköpun út á landi eða sem sagt gjaldeyrisköpun og það vita allir held ég að efnahagslega afvélin svolítið annars staðar heldur í Reykjavík og bara Austurlandi. Við vitum í þessi Fjarðabyggð að 20% vöruflutningi landsins kemur úr Fjarðabyggð þar sem búið 5.000 manns. Fiskeldi og annað sem að þróast þarna núna ennþá meira en við þurfum að bara búa til þess aðstæður að Ísland sé eitt land verði ekki borgríki. Það er gríðarlega stórt verkefni á þessum tíma þegar að við sjáum Hvítársvæði með 84% íbúar landsins. Við náttúrulega komum mjög langt í ferlum þannig að samgöngum varðandi landsbyggðina skipta öllu máli að tryggja þetta sem allra best. Svo sannarlega, nú gildir þessi aðgerð en hún nær eingöngu til þeirra eins og þú nefnir sem að búa í töluvri fjarlægð við höfuðborgarsvæðið og þurfa að sækja þessa þjónustu hingað. En mætti hugsa sér í framtíðinni að eitthvað í þess að veruna gæti náð til allra landsmanna því eins og þú nefnir að það náttúrulega er gríðarlegu fjöldi hér líka og það skiptir í rauninni máli að þetta virki í báðar áttir til þess líka að efla lífið út á landi, atvinnulífið ekki síst, verslun og þjónustu. Þessi hugmyndafræði bak við skosku leiðina sem er reynda þekkt mun víðar, Þýsku eyjarnar, Króatíu, þetta er vísstaðir heiminn, það sem er sama hugmyndafræði og náttúrulega Skotlandi sem við erum að taka. Þetta byrjaði á Skotlandi 2005 og hafði mjög jákvæð áhrif og það bætti töluvert í það flugfarþega og með þess að hóf samkeppni ákveðnum fluglegum í Skotlandi í framhaldinu. En þá erum við náttúrulega, eins og ég segi, við höfum bara þróað á hugmyndina. Ég get ekki úttalað mig það hvernig þetta verður eftir 5 ára eða 10, hvort við þróum þetta ennþá lengra. En eins og við erum að gera þetta núna, þá erum við að fara svolítið svipað í þetta eins og er þekkt víða Evrópu. Það sem afskektar í byggðirnar að tengja við þjónustumiðstöðvarnar. En við skulum bara sjá og ég ætla ekki að útiloka það, en við erum ekki komið það. Þetta kostar peninga og það sem ég sem fjárlaganefndarmaður þá reynilega í skýrslunni lagði ég til 4 ferðir til að takmarka 8 flugleiki. Þetta endaði í 6 núna í loka útfærslunni og 6 flugleiki og 3 ferðir. En það var náttúrulega bara út af mikið af þess að maður haldi ríkissjóði að við ætlum ekki að missa tök á þessu. Skotlandi er þetta þannig að þetta er miklu frjálsari. Það er bara, þetta er meira ótakmarkaðar. En við skulum bara, þess vegna er svo mikið að sjá bara hvernig það þróast og hversu margir fara að nýta sér þetta, þannig að við fáum eitthvað yfirlit yfir bara svona heildar áhrifin. Það sé ekki bara check-in sé alveg óutfylltur í stóru myndinni, en ég skil alveg þessa gagnrýni, þetta er það fullt af fólki og þetta hef ég alveg fengið gagnrýni og mikið símtölum og tölvupóstum hérna á höfuðborgarsvæðinu sem hér búa vilja hitta sitt fólk. En grunn hugmyndin er þetta aðgengi að miðlægu þjónustunni sem að hefur bara undanfarna áratugi og svo höfuðborgarstefna sem hefur miðast við það að þjónustan byggist upp hér. Þetta sé meira knýjandi aðgerð vegna öryggissjónarmiða og fleiri slíkara þráttur eins og nefnir þetta aðgengja menningu og listum sem er líka þetta skiptir miklu máli fyrir fólk og er kannski ekki
eins og við kannski kynnumst núna á COVID-tímum, hvað söknur menningarnar akkurat og ég meina ellend listafólk kemur til borgarinnar en síður út á land og allt þetta og aðeins höldum aðeins áfram með samgöngumálin sko. Mér fannst það eins og þú ert að nefna, ég meina það eru rúm 80% landsmanna á þessu hotni hérna þessu hotni hérna og aðeins út frá og ég heyrði nú einhvern tímann að það eru sko 7% landsmanna eru á Eyjafjarðarsvæðinu sem er þá stæðsti sko þéttbýliskjarninn utan höfuðborgarsvæðisins og þá aðrir með þá minna og það er náttúrulega mynd sem að þarf auðvitað bregðast að einhverju leiti við maður áttar sig ekki alltaf á því þegar maður er á ferðinni að það sé í rauninni reyndin en samgöngumálin eru þar leiðandi fyrir þig sem þingmann Norðausturkjördæmis hjartans mál og ég veit að það er fleira en skoska leiðin í pípunum svo sem stækkun flughlaðs á Akureyri og viðbygging við flugstöðina þar sem þú þekkir þetta vel úr þínu fyrra starfi hversu mikla breytingar er þetta? Nú það er gríðarlega ánægjulegt að þetta var í fjárauka 1 eða fjárfestingaplaninu sem kom í mars og við samþykktum í þinginu í lok mars þetta fjárfestingaplan sem gert ráð fyrir þetta komst ekki inn í samgönguáætlun þar undan þannig að það var alltaf eftir að fjármagna þetta og þannig þá fékkst framkvæmdafé til að hefja framkvæmdir við bygginguna og flughlaðið þetta náttúrulega líka þetta gríðarlega mikið bara fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi hún náttúrulega rosalega lítil flugstöðin og fyrir komufarþega þetta þið þekkið þetta, það var biðruð út á rampinn og fólk að koma í strætisvagna fyrir utan og svona, hleypa inn í að vetralagi inn í hólum og þannig að fyrir uppbyggingu á ferðaþjónustu fyrir norðan þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli svo er þetta öryggismál, varaflugvöllur og annað með flughlaðið líka og síðan að byggja upp aðstöðu fyrir flugrekendur fyrir norðan og þar hefur verið sótt lóðir við þetta flughlað frá 2012 en það er næstu ekkert að byggja þá aðstöðu meðan ekkert er flughlaðið þannig að þetta eru bara mjög fjölþætt markmið sem eru að nást með því að hérna ná það er kannski gaman að því að þegar við varum í starfshópnum fyrir atvinnuráðuneytið sem að varandi flugstöðina við skilum skýrslunni kl. 12 og seinna þann dag var búið að samþykkja fjárveitingarna til hérna flugstöðarinnar í gegnum fjárauka 1 fjárveitingaáætlun þannig ég efast að það hefði nokkuð tíman í sögu Íslands liðið jafn stutt frá einhverjum svona skýrslugerð og það búið að samþykkja fjármagnuna ég held að þetta hefði verið 4-5 klukkustundir þannig að það var svolítið skemmtilegt að fylgjast með því þarna í lok mars þegar það gerist allt 1, 2 og 3 og náttúrulega í tengslu framkvæmdirnar sjálfar þá náttúrulega verða til mörg störf en svona kannski bara meira kannski 90 störf ársverk þessar 2 framkvæmdir sem að koma til það er slatti og munar aldeilis það en sko framtíðamöguleikarnir er til dæmis þá Akureyrarflugvöllur að verða enn betri kostur með millilandaflug til dæmis Já, þetta hefur verið flogið millilandaflug til Akureyri 50 ár það er sem ég gleyma því þó að þetta er bara alltaf verið að þróast flugbrautin var lengd 2009 sem var gríðarlega stórt og mikilvægt hérna átak það var lengd 500-600 metra þannig að hún er 2,5 km í dag og það hefur haft gríðarlega áhrif og var mjög stór framkvæmd eitt af baráttumálum var að koma nýjum aðflugum inn á norðurendan fá viðurkennt aðflug þannig að mann geta komið norðuri og lent til suðurs það kom fyrir ári síðan gervindaleysagan er komin ákveðin aðflugin á norðurendabrautarinnar og raunverulega þegar þetta er allt komið þessi listi nýja aðflug inn á viðurkennt hefðbundin aðflug inn á norðurendan flughlaðið flugstöðin þá er 4. atriði og það síðast eila sem þarf að klárast þá ertu komin í mjög góð mál það er gervindaleysagan úr suðri til að taka beyjun inn á lokastefnuna og lækka lágmörkin þannig að það er eitt af þessna hef ég nú verið að tala svolítið mikið um Egnósi og gervindaleysuguna og koma því yfir allt Ísland og helst í Grænlands og hjálpa okkur vinnum okkar þar líka þetta er svo mikið mál, öryggismál bara að búa til með gervindaleysu aðflug inn í dali og fyrir því það sem er ekki kannski flugvellir í sjúkra search and rescue eða semst í gæslunni og býr til gríðarlega möguleika en kannski sem ég var fiskættir að þetta hefur verið flogið til annar landa frá Akureyri en getur þetta orðið kannski svona með stærra flughlaði viðbyggingu að aðstæðan verði það mikið betri að það verði kannski raunhæft að fara að gera það reglulega heldur en Já, og auðvitað skiptar það gríðarlega mála að sé flugstöð sem getur tekið við flugvélunum að fólki kemst inn þannig að það er mjög erfitt að selja
flugvöll þar sem komist ekki allir farþegarnir inn í flugstöðun á sama tíma eins og hefur verið reyndin. En svo það náttúrulega að gerast hjá okkur að eins og það bara rúm vika síðan að Demasringurinn var opnaða formlega. Og ég efast að sé til annars ferðamanna leið 250 km þar sem eru jafn margir ótrúlegi ferðamannaseglar á svona stuttur í leið. Þannig að það mun örugglega draga og þetta verður framhald af COVID-inu þá held ég að þetta mun blómstra miklu meira heldur en við séð. Og Hollendingar hafa verið að fljúga þarna inn, hollensk ferðaskrifstofa, Voy Travel og með Transavia og þurfti að hætta við í sumar út á COVID-inu og þessu ástandi. Stefna enn á að koma byrja aftur að fljúga í febrúar og næsta sumar. Og þeir eru það fyrirtæki mjög spennt fyrir einmitt út á COVID-inu, það er bara að telja þessi möguleikar hafa vaxið svo í framhaldinu á COVID-inu. Á Íslandi þá 60% öllum erlendum ferðamönnum keyra á bílaleigubíl. Þetta hlutu alltaf 37% 2010 og við komum svo beint inn í þessa hugsunni til COVID-ið. Þú flýgur til landsins, tekur bílaleigubílinn, svo ertu bara það sem þú vilt vera út af fyrir þig og getur verið raunverulega bara þetta fer svo vel inn í COVID-ið. Fara bara beint eins og inn í þetta stórkostlega svæði sem er nefnt núna Demasringurinn og vel við hæfi að minna einmitt á það að það er dagur íslenskrar náttúru í dag. Þannig að þetta útlendingar og ferðamenn að sækja í náttúruperlur allt land en það er líka eitthvað að Egilsstöðum í pípunum. Það var einmitt í sama fjárauka 1 eða fjárfestingarplaninu að þá sem sagt voru settar 35 milljónir byrja hönnun á flughlað og akstursbraut á Egilsstaðaflugvelli. Það er náttúrulega fyrsta stigið í öllu framkvæmdu, það að hanna og ég hef þá ánægði persónulega ég hef talað fyrir þeim sjónarmiðum að mikið verður stækka flughlaðið á Egilsstöðum frekar en tala bara akstursbraut sem að nýtist raunverulega ekki atvinnulíf á Austurlandi nema þetta takmarkað. Nú fiskeldið að byggjast hratt upp á Austurlandi. Það maður geta þess að nú reiknað með að verið slátar 18.000 tonnum af laxi á Djúpavogi á þessu ári. Þannig ég er full að trúa að það er ekki eftir að líða langur tími þegar að það verið byrja bara fraktflug til Egilsstaða að koma þessu laxi á markað. Og þá þarf að vera pláss á jörðu niðri og aðstaða. Þannig ég hef lagt áherslu á það í varðandi Egilsstaðaflugvöll að það sé byggt stækka flughlaði þannig að þetta byggja aðstöðu við það flughlað til að sinna atvinnulíf á Austurlandi. Ekki bara sem varaflugvöllur, heldur líka sem bara atvinnulíf. Og þarna verða til miklu möguleikar sem tengjast fraktflugi og fiskeldinu og laxinum. Þannig að þetta er sem er skipta grílumáli og við þurfum náttúrulega þá að halda áfram að fjármagna það. Nú er verið að fara í raunverulega í næsta, núna í næstu 5 ára planinu þá er fjárfestingarplanuna sem kemur á mánaðamótin til 3 ára með háar upphæðir sem var kynnt í vor 60 milljarðar það þarf náttúrulega núna bara að huga því hvaða framkvæmdir að fara í og klára það verður hluti af því fer til Akureyrarflugvallar flughlaði og flugstöðurinn að klára lúkningu á þeim málum og þá er það mikilvægt að huga líka að Egilsstaðaflugvelli og framtíð þar. Það er síðan fleiri atriði á Egilsstöðum sem þurfum að huga að í stóru myndinu og það er framtíðarverkefni, lenging af flugbrauti, skoða aðflugin betur og allt þetta. Sko. Nú er þetta eitthvað sem að ykkur getur velt fyrir sér allt mjög góð mál og er ekki bara þverpólitísk sátt það að efla landsbyggðina, væri ekki bara einhver önnur ríkisstjórn að gera það sama, það er að segja að setja inn hvata en ekki auka álögur. Hvað segir þú því? Já, ég bara held ekki. Ég vil nú bara benda á umræðuna sem var hér í framhaldi síðustu viku. Þá kom þessu ummæli Smára McCarthy Pírata mikið óvart þar sem var að tala að varðandi skoskuleiðin að það þyrfti ekki að stéttarfélög á landsbyggðinni að vera niðurgreiða innanlandsflug fyrir sína félagsmenn sem er náttúrulega rangt. Og hv. þingmaður ætti þá að kynna sig kannski betur hvernig staðið þessum málum. Það sem stéttarfélög á landsbyggðinni hafa verið að gera er að þau kaupa bara gríðarlegan fjölda miðum einu, bara massa af miðum og félagsmenn fá á sama verði. Stéttarfélagið setur enga greiðslu inn til flugfélagsins og það sem hefur skapað kannski vandræði hjá sumum flugrekstraraðilum innanlands er að þetta hlutfall af sætunum sem hefur farið gegnum þetta fyrirkomulag þar sem að flugfélagið fær takmarkaða tekjur eða lágverð það er ekki að uppfylla sem þetta hvað stéttarfélaginu gera gagnvart skoskuleiðinni og
Þannig að ég held að menn ætti nú kynna sér miklu betur þessi mál sem snúa að þessu og ég var mjög gríðarlega ósáttur við hvernig Píratar hafa talað þessi mál og eins og reynda að vera mörg önnur mál og bara til að klára þennan þátt. Ég held að margur ætti að huga að þessum málum og hvað þá á landsbyggðinni. Hvað halda menn að gerist hér eða borgríkisflokkarnir fari hérna saman í ríkisstjórn eftir ár og hvernig þeir tala þessa hluti og margar sem tengjast landsbyggðinni, hvað sem Viðreisn, Samfylking eða Píratar. Ef þetta verður nú uppistæðan í ríkisstjórn næsta ári, þá held ég við séum bara ekkert í þessum málum sem við erum að ræða hér. Það verða alltaf áherslur og það er bara verið að kynnast núna á síðustu vikum í umræðinu. Hvernig var það nú hjá vinstri stjórninni til dæmis? Já, það er síðan annar þáttur sem ég verið að benda mikið á sem að snýra að innlandsfluginu og ég talaði síðan þá að á áruninu 2009 til 2012 það voru miklar álögur settar á innlandsflugin sem höfðu ekki verið áður og þetta eru milli 500 og 600 milljónir á ári á innlandsflugið gjöld og skattar sem að bætt við þá sem hafa síðan verið í ykkur 7-8 ár sem því það er kannski verið að taka út einhverja svona 4 milljarða út úr innlandsfluginu og hefur verið mjög íþyngjandi fyrir þennan rekstur. Þannig að næsta vess varandi innlandsflugið og ef ríkisstjórnin hafa að taka þetta alvarlega að þetta verði almenningssamgöngur, það er náttúrulega að bæta þessi rekstrarskilji sem snúa að þessum sköttum og gjöldum sem að vinstristjórnin setti hérna á 2009-13 tímabilinu. Þannig að þetta er eitt af því stóru málunum og þetta fyrir þessu hyggst ég berjast í vetur og á næstu mánuðum. Þannig að þarna er 10-15% kostnaði í rekstri flugrekanda innlandsfluginu og ýmis gjöld sem að þekkjast ekki annar staðar. Kolefnisgjöld og ýmis gjöld sem að við þurfum bara að fara almennilega í gegnum og það verður bara gríðarlega mikilvægt að koma því í eitthvað farveg á næstu vikum og mánuðum þannig að gera þetta flug sjálfbærara sem almenningssamgöngur. Virkilega skemmtilegt að tala við samgöngumálin og maður sér og finnur þetta brennur á þér. Njáll Trausti Friðbertsson, ég á eftir að kalla þig einhvern tímann aftur til og ég veit til dæmis að orkumálun og orkuöryggi er annað sem þú ert að hugsa en það er nú bara efni í sér þátt. Takk kærlega fyrir komuna. Takk.